Góðan daginn. Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 19. ágúst 2026. Klukkan 16:31. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 901 og hann haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar á Þverholti 2. Þetta fyrsti fundur bæjarstjórnar eftir sumarleyfi og býð ég bæjarfulltrúa velkomna aftur til starfa. Á dagskrá fundarins eru 7 mál samkvæmt auglýstri dagskrá, 1 fundargerð til samþykktar, 2 almenn mál og 4 fundargerðir til kynningar. Mér sýnist hér allir vera mættir og engir varamenn. Þá göngum við til formlegrar dagskrár og við byrjum á fundargerðum til staðfestingar. Númer 1, fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar, fundur númer 25 sem haldinn var 11. ágúst 2026. Orðið laust ef einhver vill taka til máls. Hilmar, bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti, það er undir minkaliðnum aðeins að reifa á því máli hér, stórmál hér í sveit. Bara svona aðeins að stikla á stóru. Minkunum var hérna sleppt úr búrum í Mosfellsdal á miðvikudagsmótni þarna 19. júlí. Vöknuðum upp við þann morguninn. Vissulega svona óvenjulegt verkefni fyrir sveitafélag að glíma við. Mjög fljótlega voru mættir á vettvang starfsmenn frá þjónustustöð Mosfellsbæjar sem ræsti svo út meindir eiða og veiðimenn og mjög snar handtök þar okkar fólks allt frá byrjun. Við vorum fljót hér í húsi að koma upp neyðarstjórn sem hélt utan aðgerðir. Það er lögregla, almannavarnir, starfsmenn hérna sveitafélagsins og MAST. Svo fengum við líka björgunarsveitina Kyndil með okkur í lið til þess að vakta svæðið. Fengum aðsetur bæði upp á Gljúfrasteini og í Bakkakoti. Þarna fyrst sinn, funduðum þarna strax í hádeginu upp í dal. Á þeim fundi fekk ég forsetann okkar hann Gylfa til þess að láta alla oddvita stjórnmálaflokkana vita af svona bara alvarleika málsins og upplýsa stöðuna. Og svo líka síðar í verkefninu fekk ég nutu við liðsinnis Gylfa við að svara fjölmiðlum og vera einan handar svona í verkefninu. Enda krísu maður mikill reynslu bolti þar, starfsmaður Rauða krossins og almannavarna. En þess maður geta ég og Gylfi erum fulltrúar Mosfellsbæjar í almannavarnanefnd. Já, mikil og góð upplýsingagjöf fór svo fram á mos.is. Þetta hafi verið 5 fréttir bara þarna fyrsta daginn. Svo voru þetta bara fjölmiðlar alveg með þetta nánast í beinni úr dalnum. Það var náttúrulega á miðju sumri og svona kannski gúrka á þeim bænum. Við vorum í góðum samskiptum við íbúasamtökin í dalnum, Víghól, og hérna þau fengu alveg svona ekstra líka upplýsingagjöf frá okkur. Starfsmenn Mosfellsbæjar hafa nú líka komið inn á fundi bæði hérna umhverfis- og skipulagsnefndar og í bæjarráði til þess að svona fara yfir tímalínuna í þessu máli öllu saman og svara spurningum. Þannig að hérna ég ætlaði nú svona bara rétt að aðeins að stikla á þessu stærsta. Það er auðvitað mikið áhyggjuefni þegar búið er ráðast á 2 bú hérna í sveitin okkar, Reykjabúið, alifuglaræktina þar og svo núna minkana á Dalsbúinu. Þannig að hérna við höfum eftir að taka hér líka innanhús svona saman bara kostnað sem af þessum skemmdarverkum hlýst. Og veiðimenn á vegum okkar, Mosfellsbæjar og út frá okkur sem sagt stóðu sólarhringsvaktir í heila viku áður en við drógum svona úr viðbragðinu. Staðan í dag er þannig að svona MAST er í rauninni komið með svona málið frá okkur, komið þangað allavega frá hlið búsins og lögreglan auðvitað með hérna rannsóknina á verknaðnum sem slíkum. En svona heilt yfir þá teljum okkur hafa náð að forða svona stórslysi fyrir náttúruna í Mosfellsdal og bara vil koma á framfæri þakklæti til allra sem komu að þessu verki. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur óskað eftir að taka til máls.
Forseti, ég vil árétta enn og aftur eins og í bókuninni frá fundinum að starfsmennirnir stóðu sig Mosfellsbæjar stóðu sig með mikil prýði og ég þakka bæjarstjóra og forseta sem tóku þátt í aðgerð fyrir það allt saman. Nú, það alveg rétt sem að hefur komið að bærinn sjálfur það er ekki aðeins bóndi sem verður fyrir tjóni heldur skattborgarar. Og það áhugavert að fá upplýsingar hvað þetta kostaði fyrir bæinn og reyna að finna út vegna þess að við skattgreiðendur og fólki í bænum vill sjá hvað svona innbrot að kosta bæinn og svona tjón sem á sér stað. Það vill vita hvað að eiga sér stað og maður það líka að láta þá sem að brjóta af sér vita hvaða tjónið mikið. Nú, við erum með annað atriði sem við ræddum á fundi mögulega öryggisþætti í þessu. Við erum með myndavélina inn í hverfinu og annað slíkt og við höfum reynt að fá vegagerðin til að setja meðalhraða myndavélar hugsanlega á veginn, Þingvallaveginn sem náttúrulega allt annað mál. En ég held að við eigum aðeins að hugsa einmitt öryggi okkar í þessu efni. Það líka öryggi í hverfum, en þetta líka öryggi fyrirtækja og ég enn og aftur vil árétta að þetta frábæra verk sem unnið hefur skilað árangri og mér skilst í dag bara fréttum og viðtölum minnum við ábúendur að þetta hefur gengið bara vonum framar. Takk fyrir þessa vinnu og við komum þessu vonandi þannig farveg að við fáum að vita eitthvað meira kostnaðinn í þessu. Bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem líka upp fyrir þessu máli og þetta var alveg greinilega mjög umfangsmikið verkefni og vandasamt. Og eiga, eins og ég ætla að taka undir orð Hilmars bæjarstjóra, eiga allir þeir sem komu að þessu þakkir skilið. Þetta var greinilega mjög vel gert og maður sá það var mikið af upplýsingum á heimasíðu og auðvitað í fréttunum. Þetta var rosalega mikið fréttaefni. En ég sem fulltrúi hér í bæjarstjórn og að vinna fyrir íbúa bæjarins, þá saknaði ég þess að fá ekki neitt sent í tölvupósti þetta mál. Því að ég ekki oddviti og maður sem betur fyrir búið hér í Mosfellsbæ hitt marga og það náttúrulega alltaf verið að tala mál málana þegar maður hittist og þá var ég ekki með neitt svona konkrétt hvað væri í gangi, þannig að ég vil minna á, þetta hefur örugglega bara skolast eitthvað til. Ég veit að oddvitarnir, eins og var sagt áðan, fengu símtal fyrsta daginn, það er að segja 29. júlí, þegar þeir sluppu út, en svo ekki söguna meir. Þannig að ég vil bara minna á að ég hér í bæjarstjórn líka og mér þetta mjög vænt í svona stóru máli að fá einhverja svona reglulega upplýsingagjöf. Þannig bara takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið fundargerðar? Svo ekki, einhverjir sem vilja koma upp vegna annarra mála í þessari fundargerð? Nei? Þá ber ég fundargerð fundarskipulags- og umhverfisnefndar númer 25 undir atkvæði. Hverjir greiða atkvæði með fundargerðinni? Hún telst samþykkt. Herðu, þá erum við komin að almennum málum. Þar eru 2 mál á dagskrá. Mál númer 2, þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst næstkomandi. Lagt til að í undirkjörstjórnir í þjóðaratkvæðagreiðslu þann 29. ágúst næstkomandi verði kjörnir 27 einstaklingar sem aðalfulltrúar og 9 einstaklingar til vara. Listi yfir tilnefnda aðila að finna í fundargögnum málsins. Þá jafnframt lagt til að bæjarstjórn veiti bæjarráði umboð til að kjósa fulltrúa í undirkjörstjórnir vegna forfalla þeirra fulltrúa sem kjörnir verða eftir því sem þörf krefur fram að kjördegi þann 29. ágúst. Orðið laust og bæjarfulltrúi Ólafur Ingi hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti,
Ég kem hérna upp undir lið nr. 2 í almennum erindum og mér fannst, eins og því að við örugglega tekið eftir, að þá kom fylgiskjal með tilnefningum aðal- og varafulltrúa í undirkjörstjórnir, bara undir fundagerðina, undir fundarboðið bara rétt fyrir fund, einn dag. Mér finnst það mjög ámælisvert að slíkt sé liggi ekki fyrir með lengri fyrirvara. Mér langar að fá skýringu á því hvað veldur því að þessi dráttur á þessu og nærtækast að spyrja bæjarstjóra vegna þess að hann undirritar síðan skjalið með tilnefningunum sem ég hélt að væri á ábyrgð yfirkjörstjórnar. Þó svo að það hafi ekki verið skrifað hingað til, þá yfirkjörstjórn sem ber ábyrgð á framkvæmd kosninga. Það held ég að sé alveg óumdeilt, samkvæmt lögum. Ég vil fá að vita hvaða ástæður liggja að baki þessari töf og síðan vil ég fá að vita hvernig þessar tilnefningar koma til. Það hefur verið hefð hér, eftir því sem ég best veit og svo langt aftur sem ég man, að það hefur verið tilnefnt í undirkjörstjórnir samkvæmt tilnefningarlista frá þeim framboðum sem eiga kjörna fulltrúa í bæjarstjórn eftir þeirra hlutfall og getu. Þannig hér virðist vera breytt verklag að ræða og ég vil fá að vita hvenær var svo ákvörðun tekin, hver tók hana og undir á hvaða grundvelli hún hefur verið tekin. Og svona í framhaldi langar mig líka, að því að það tengist þessu máli, langar mig að vita það hvernig í ósköpunum stendur á því að framboðum sem eiga ekki fulltrúa í yfirkjörstjórn hefur ekki verið boðinn áheyrnarfulltrúi í yfirkjörstjórninni. Ég veit ekki betur en að það sé í lögum að svo eigi að vera og ég óska eftir skýringum á þessu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls út af þessum lið? Taka örstutt fundarhlé?
Við höldum þá fundi áfram. Næstur tekur til máls bæjarstjóri Hilmar Gunnarsson. Forseti, kemur til máli hérna 2 fyrirspurn frá bæjarfulltrúa Ólafi varðandi kosningarnar sem eru núna í lok ágúst. Þú nefnir þarna einhverja töf og svoleiðis. Við erum alltaf hér á Þannig búin að vera hér í miðju sumri. Þessi kjördagur ber líka upp á laugardag á bæjarhátíð Mosfellsbæjar í Túnum heima. Þannig í lok ágúst, þannig að hérna ef til vill kannski hefur bara gengið hægara að fá fólk til starfa. Þannig já, fyrst og fremst svona tímasetningin sem að hér ræður för. Þú spyrir hérna hvernig tilnefningarnar komu til. Í rauninni bara unnið út frá listum af fólki sem hefur unnið áður við þessi störf. Fólk á öllum listum, ef því er að skipta. Kannski ekki eins pólitískt skipað eins og áður hefur verið gert og við teljum það bara vel. Miðað við önnur sveitarfélög þá vorum við að færa okkur til þess verklags. Það er náttúrulega mjög mikilvægt eins og þið vitið að vera með fólk sem kann til verka í þessu og hérna leita til þeirra sem hafa verið áður. Hvort að þeir hreinlega getu unnið þennan dag og svo hefur verið leitað til starfsfólks sveitarfélagsins. Þannig að já, þetta er svona stærstur hluti af þessu fólki er fólk sem hefur verið áður, myndi ég segja. Svo er það líka bara þannig að ef þú mætir á kjörstað þá er kannski eðlilegt að fólk sé ekki að stimpla alla starfsmenn eftir einhverju pólitísku flokkaskírteini. Þú nefnir áheyrnarfulltrúa, það hafa aldrei verið áheyrnarfulltrúar í yfirkjörstjórn. Aldrei verið óskað eftir því, en eflaust bara sjálfsagt að verða við því ef þess er óskað. Og við erum heldur ekki á góðum stað ef við erum að gera þetta einhverju pólitísku deiluefni, myndi ég halda. Markmiðið er auðvitað að undirbúa faglegar kosningar og rétt að geta þess að ábyrgð á kjöri undir kjörstjórnar er á ábyrgð sveitarstjórnar, bara samkvæmt kosningalögum. Takk fyrir. Ólafur Ingi hefur kveðið sér ljós, gjörðu svo vel. Forseti, fyrst og fremst var ég nú að óska eftir skýringu á töfinni. Þessar kosningar eru búin að liggja fyrir þó nokkra mánuði. Ég veit að yfirkjörstjórn kom saman nánast fljótlega eftir að þessar kosningar voru settar á dagskrá. Þannig að ég get ekki séð það að þetta sé svo brátt að það hafi þurft að bíða eftir þessu skjali þangað til var rétt fyrir þennan fund. Þannig að skýringarnar hafa ekki komið fram. Því segi ég að það sé enn ámælisvert. Að gera þetta einhverju pólitísku máli, mér finnst bara að það er ekki málið. Við erum hér kjörnir fulltrúar og við eigum að fylgjast hér með fyrir hönd bæjarbúa sem eru að kjósa okkur að hlutirnir séu gerðir rétt. Við eigum alveg rétt að því að fá skýringar að ef það hefur verið að breyta verklagi, hvernig er kosið í nefndir og ráð, þá bara allt að láta vita af því. Ég er ekkert á móti að verklaginu sé breytt. Það er bara ágætt að við séum upplýst um þetta, þannig að við vitum það og séum á sömu blaðsíðu. Það sé ekki bara ákveðið upp á einhverju kontor, hvernig þetta er gert svona í dag og öðruvísi á morgun. Og það er ekki ennþá komið fram, hvernig þessar tilnefningar koma fram, en það er bara farið í einhvern lista yfir fólk sem hefur verið. Það er líka á þessu lista fólk sem hefur ekki verið. Ég til dæmis sé það til dæmis bara vinur okkar í Framsókn, ég held að þeir eru engan. Var ekki talað við þá? Var þau ekki búið upp á það? Ef þeir hafa átt fulltrúa þá það geta komið með varamann eða nýtt fólk tilnefnt þar. Það er þannig að það er kosið í þetta eins og annars þó að sé ekki fest endilega í lög og það eigi að kjósa eins og í aðra nefndir sveitarfélagsins. En það hefur verið hefðin. Og það eru mýmörg dæmi um það að bæjarlögmaður hefur ritað undir slík minnisblöð þar sem það er sérstaklega tekið fram að það séu svo og svo margir tilnefndir frá listum og frambúðum. Þannig að mér finnst þetta ekki góðar útskýringar, en ég ágæt að láta þetta liggja, ég ætla ekki að elta þetta frekar. Ég vona bara að vinnubrögðin verði betri í framtíðinni. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Og þá greiðum við atkvæði fyrirliggjandi tillögu, þeir sem eru samþykktir henni.
Hún samþykkt, þeir sem eru á móti. Ok, hún samþykkt og 3 sem sátu hjá. Látum okkur sjá, þá erum við komin í mál nummer 3 sem kosning í nefndir og ráð. Fyrir fundinum liggur tillaga að Páll Líndal verði varafulltrúi í yfirkjörstjórn Mosfellsbæjar við framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar þann 29. ágúst næstkomandi í forföllum Helgu Jóhannesdóttur. Eru aðrar tillögur þar Svo ekki. Þannig að Páll Líndal hér með kjörin varafulltrúi í yfirkjörstjórn Mosfellsbæjar við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Næst á dagskrá eru þá 4 fundagerðir bæjarráðs vegna funda sem framfóru í sumarleyfi bæjarstjórnar, en á þeim tíma fór bæjarráð með heimild til fullnaðar afgreiðslu mála og því eru fundargerðirnar lagðar fram til kynningar. Fundar bæjarráðs númer 1714 sem framfór 25. júní síðastliðinn, orðið laust. Það enginn kveðið sér hljóðs. Þá það fundagerð fundar bæjarráðs númer 1715 sem fór fram 2. júlí, orðið laust vegna þess fundar. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur kveðið sér hljóðs. Forseti, ég kem undir liðnum 5.5 vegna samkomulags við ríkið varðandi börn með fjölþættan vanda. Þarna kom á fund bæjarráðs fulltrúi sambanda sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem þá greitt starf frá hinu opinbera en starfar með sveitarfélagum á höfuðborgarsvæðinu að samræma aðgerðir. Úrræðin sem voru í boði fyrir börn með fjölþættan vanda voru í 3 stigum. 1., 2. og 3. og 3. átti að færast yfir til hins opinbera. Við þekkjum þá umræðinni að það stig þyngst og erfiðast og dýrast. En ríkið búin að beila sig út úr þessu verkefni með breytingum eftir á breytingum innan sinna vébanda. Og nota þannig sinn kraft bæði í stjórnsýslunni og hjá löggjafanum. Þarna hafa sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu reynt að láta rödd sína heyra með þann samning og það samkomulag sem var gert við ríkið. Eftir stendur námskeið fyrir foreldra barna með fíknivanda. Og þá spyrir maður sig, hvers konar námskeið fyrir foreldra? Það sem foreldrarnir voru að biðja eða úrræði fyrir börn? Við verðum að taka okkur saman, fulltrúar sveitarstjórna, og innheimta loforð ríkisins. Og á þessum fundi lagði ég áherslu á það að við munum reyna að innheimta þetta áfram og láta þetta ekki gleymast. Og það svo ótal tilvik sem maður sér í blöðunum þessi dægrin, þar sem fólk að fyrirfara sig á unga aldri. Og það sorglegt. Við getum ekki bjargað öllum, en við getum bjargað einum og það meira gott mál. Þess vegna segi ég skora á þá sem innan SSH, bæjarstjóra að bera þetta upp innan SSH og halda þessu að þeim samninganefndum sem við höfum þarna innan hús að ýta eftir hinu opinbera að efna loforð. Kannski vert að benda á að ég held að bæjarfulltrúi sé aðeins að rugla saman 2 málum varðandi þessa fundargerð. Þetta sem þú ert að tala varðar mótmæli við reglugerðina, eða fyrirgefið aðgerðaráætlunina, en fundargerðin var mótmæli bæjarstjórnar varðandi reglugerðina sjálfa. Getur það ekki verið? Gerðu svo vel, Sveinn Óskar.
Forseti, ég ger mig grein fyrir hvar málið statt innan þessa, en ég vildi árétta bara málið í heild sinni, þetta mun koma annars staðar fyrir, áður en að það kæmi, en það breytir ekki þessu atriði sem ég að telja upp. Þetta innan þessa ramma í umræðunni að þetta mál stendur úti sem óafgreitt. Varðandi reglugerð eða breytingar og annað slíkt, þetta hangir allt saman. Þess vegna, forseti, vildi ég bara árétta það að þetta mál eitt risastórt vandamál. Eru fleiri sem að kveða sér hljóðs varðandi þetta mál? Svo ekki. Þá látum okkur sjá, þá tökum við til umfjöllunar fundargerð fundar bæjarráðs númer 1716 sem fór fram 16. júlí síðastliðinn. Orðið er laust. Þetta aðeins, þetta ekki við? 6. Getur sýnt mér hérna? Þetta vissi ég bara. Er einhver sem vill? Já, bæjarfulltrúi Halla Karen. Geta bara þess að hérna. Það er verið fundargerð bæjarráðs númer 1716. Þetta er svolítið lengi hjá mér. Já, það er allt í lagi. Gjara svo vel. Það er svona þegar maður er miðaldra, fyrirgefið töfina. Hérna, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég er komin hérna upp fyrir máli 6.1, gervigrasvöllur og LED ljósamöstur. Mér langaði bara að koma og fagna þessu. Ég hef yfirleitt farið upp fyrir alltaf með þetta LED. Mér finnst við lögðum mikla áherslu á að LED-væða bæinn hérna á síðasta kjörtímabili. Og þessi ljósamöstur sem eru þarna var verið að óska eftir heimild bæjarráðs til að ganga frá samningnum. Voru reist árið 2006 og byggja á svona gaslýsingu. Og þeir sem hafa verið mikið þarna niður frá vita að þetta tekur óheyra tíma að kvikna á þeim og það er alltaf eitthvað vesen. Nú er hægt að framleiða varahluti í þetta, þannig að það er erfitt að viðhalda þessu og vantar margar perur og annað og ekki getum við látið fólkið okkar sem er að keppa í fótbolta vera án ljós ef það er orðið myrkur. Þannig að ég fagna þessu að það sé að fara að LED-væða þessi ljósamöstur og þá erum við bara búin að LED-væða mikið af götunum okkar, skólabyggingum, íþróttamiðstöðvar og svo þetta. Og þetta mun líka til lengri tíma, allavega, spara gríðarlegu þennan rekstrarkostnað. Og það er eitthvað sem við þurfum hér í bæjarstjórn og bæjarráði að finna hvar er hægt að spara. Og þetta er svo sannarlega eitt af því sem mun spara, ég ætla ekki að segja hvað mikið, ég veit það ekki, en mjög mikið. Þannig að ég bara fagna þessu og bara áfram gakk, klárum þetta LED. Takk. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Fundargerðinni. Já. Gerðu svo vel, Sævar, bæjarfulltrúi Sævar Birgisson. Forseti, kemur upp undir máli 6.8 í fundargerð bæjarráðs Mosfellsbæjar. Þetta er sem sagt fundargerð fundar samstarfsnefndar skíðasvæðanna. Þetta funda fyrsta sinn eftir kosningarnar og þarna var tekið fyrir málið varðandi Skálafell, þar sem við á síðasta kjörtímabili ákváðum það að það yrði farið í úttekt á lyftubúnaði og aðstöðunni í Skálafelli. Og ég sé að þessi úttekt fór fram á vormánuðum eða svona í byrjun sumars og komið greinilega ekkert sérstaklega vel út. Mest allir lyftubúnaður er undir ónýtur og einungis
einungis ein svona byrjandi lyfta sem er talið að hægt sé að gera við. Þetta er náttúrulega ekki góða fréttir fyrir okkur í Mosfellsbæ og þetta mál er lagt fyrir á þessum fundi. Það er engin afgreiðsla og bókun, þannig að maður svo sem veit ekki alveg hvað þetta er statt, en þetta hefur greinilega verið rætt. Nú vorum við nýjan fulltrúa í þessari nefnd og ég er náttúrulega bara hvet hann til þess að sinna þessu, taka við keflinu og sinna þessu mikill alúð og vera okkur góður vera góður aðili þarna inn sem svona forsvarsmaður Mosfellsbæjar af því að við þurfum náttúrulega þetta skíðasvæði til framtíðar og þarna kemur í næstu skrefum tillaga frá VFSO sem að gerir þetta stöðumat að það þurfi bara semja upp á nýtt sem að var svo sem alltaf kannski líklegur kostur. Þannig að það þarf að uppfæra þessar upphæðir sem þessar kostnaðaráætlanir fyrir Skálafell. Þannig að svo vinna vonandi tekur bara sem skemmstan tíma og við getum séð einhver plön þarna frekar fyrr en seinna. Eru fleiri sem að vilja taka til máls í þessum lið? Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Hjörtur. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama lið. Ég tek heilshugar undir orð Sævars og ef ég feið mér rétt mál þá varst þú í þessari nefnd síðasta kjörtímabili. Valdimar Birgisson er þessari nefnd núna og ég get alveg fullvissað ykkur það að hann er á sömu skoðun og við og eins og við höfum rætt hérna líka á síðasta kjörtímabili mikilvægi þess að staðið verður samninga og við opnum Skálafell og þetta er mikið mál fyrir Mosfellinga og í rauninni bara alla skíðamenn. Ég vildi bara koma hérna upp og segja ég treysti Valdimari fullkomlega í þetta og ég veit að hann mun sýna sínar bestu og verstu hliðar í þessu máli og til þess að ná einhverju ásættanlegu sem fyrir okkur Mosfellinga. Takk. Bæjarfulltrúi Ólafur Ingi vill taka til máls, sýnir vonandi sínar bestu hliðar. Gerir það alltaf. Forseti, ég vil taka undir það sem hér hefur verið sagt. Þetta er sorglegt raunverulega í ljósi þess að fyrir þó nokkuð mörgum árum þá var gert samkomulag heildaruppbyggingu skíðasvæðanna. Og þar var meðal annars gert ráð fyrir því að það yrði sett upp stólalyfta í Skálafelli. Það er eitt af þeim verkefnum ásamt uppbyggingu í Bláfjöllum. Síðan reyndist kostnaður við Bláfjöll heldur meiri og það bitnaði á Skálafelli og það er talað það í þessari skýrslu að það þurfi að ná pólitískri samstöðu þetta mál. Ég tel að það sé náttúrulega mjög mikilvægt ef að það næst ekki pólitísk samstöðu þetta mál að það verði farið í uppbyggingu í Skálafelli eins og til stóð, þá sé ég raunverulega ekki hvað erindi við eigum inn í þetta samstarf. Ég bara vil árétta það, við þurfum að beita öll okkar afli til þess að þetta verði byggt upp vegna þess að þetta þó þetta sé í landi Reykjavíkur, þá þetta skíðasvæði sem við erum að nýta og líka mjög gott skíðasvæði svona til hliðar við Bláfjöll vegna þess að það vill oft vera þannig að þegar lokað í Bláfjöllum þá Skálafell alveg upplagt og þá hið besta veður þar. Og svo fer þetta náttúrulega eftir eins og við vitum eftir árstíð, eftir áru hvernig snjóalög verða. En það nauðsynlegt að hafa þetta og ég vil líka segja ekki áherslu á það að þarna verði komið upp gönguskíðabraut með þess að og það einfalt. Það er mjög auðvelt að koma hennu og það gott gönguskíðasvæði. Það var þarna fyrir nokkrum árum, þá var alltaf troðið gönguskíðabraut og hún var sæmilega nýtt, en henni var illa við haldið. Það er að segja sporið var látið danka í langan tíma eftir að það var farið að troðast upp. En við þurfum bara að fylgja þessu hvort þetta bara vetraríþróttadæmi sem við snertir okkur í Mosfellsbæ mjög mikið. Takk fyrir. Ég treysti Valdimari vel. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki.
Þannig að við förum yfir í fundargerð fundar bæjarráðs númer 1717 sem framfór 13. ágúst síðastliðinn. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar gerði svo vel. Forseti, við kemum til liðnum síðasta lið þessa fundargerðar númer 76 skýrsla betri samgangna OF vegna fyrri hluta ársins 2026 og ég ætla nú bara að fara örstutt yfir svona stóru tölurnar í þessu sem komnar að loknum þessum 8 árum sem að frá því að samgöngusáttmálinn var undirritaður. Þá er þarna í fylgiskjali með varðandi fjárfestingar sem komnar eru í verkefnið að þá er staðan 29 milljarðar sem er komið í verkefnið. Stofnvegir eru það 14 milljarðar sem er afskaplega myndarlegir hluti af þessu fyrir utan kannski við Arnarnesveginn þar sem að ætti kannski laga aðeins mislæg gatnamót sem að eru með ljósastýrðum stýringum. Nú borgarlínan sem er ekki komin nema í hönnunarfasann er komin upp í tæpa 8 milljarða. Nú og virkir ferðamátar aðrir 3-4 milljarðar og svo undirgöng og göngubrýrnum 3,4 milljarðar. Nú ég hef alltaf sagt að þessu hafa stofnvegaframkvæmdirnar verið allra áhugaverðastar og hjólastígar og göngustígar. Og það sem við erum að horfa á er það að þetta verkefni verður alltaf dýrara en áætlað var í upphafi og maður sér tölurnar stíga ár frá ári. En það sem við sjáum jafnframt er það að það er kominn hljómgrunnur á einhver svona breytingar í áherslu í þessu. Og ég tel að við ættum kannski að kalla dálítið eftir því, enn og aftur vísa ég á bæjarstjórann að kalla kannski eftir því innan vébandsamtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hverjar þær breytingar munu hafa áhrif hér hjá okkur. Vegna þess að það var pólitísk áherslubreyting hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavíkurborg og þeir hafa nú tekið við og eru að móta sína stefnu inn í umhverfið sem þeir eru komnir inn í núna, inn í borgarstjórn. Hvaða áherslubreytingar þetta eru að verða? Er þetta einhver niðurskurður eða breytingar verður á Suðurlandsbrautin úti? Hvað með borgarlínuna upp í Mosfellsbæ verður það fyrr eða seinna? Og svo framvegis og framvegis. Þannig að ég held að við erum aðeins að svona, þó að það ekki ítt að okkur, þá er kannski allt í lagi að kalla eftir punktum þetta. En bara til að fá eitthvað stöðuna vegna þess að við vitum að það er búið að auglýsa fyrir kosningarnar að það eiga sér stað einhverjar breytingar á þessu samkomulagi. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið eða þessari fundargerð? Svo er ekki eru fleiri mál á dagskrá þessara fundar. Næsti fundur bæjarstjórnar mun fara fram miðvikudaginn 2. september klukkan 16:30. Ég þakka fyrir fundinn og segja nú slitið núna 17:32.